svo heppin þú og ég að mega alla daga leika okkur og lifa henni svo himinn sæl og himinn lifandi. Mér finnst stundum eins og ég geri ekkert annað en að leita að hlutum. Og það gengur bara ekkert sérstaklega vel. Æ, hvar hefur hún eiginlega potað þessu? Stundum, þegar það svona frekar leiðilegt veður úti, þá finnst mér mjög gott að vera bara inni og dunda eitthvað. Núna þarf ég til dæmis aðeins að gera við ferðaráðavélina. Hún búin að vera með eitthvað vesen, var að senda bara alls konar bull til ráðgjafana. Þannig ég þurfti aðeins að stilla hana. Og svo hef ég aðeins verið að spila líka. Það er bara svo notalegt. Það þurfi ekki að fara neitt og geta bara verið heima og bara vera til. Finnst þið það ekki líka? Jú, ég veist það. Edda! Veistu rafhlöðurnar? Já. Það hljóta að vera einhvers staðar. Þær eru í pokanum undir lokinu í neðstu hillunni. Það heyrir ekkert í því. Ekkert frekar en venjulega. Edda, veistu hvar þar eru? Já. Er það ekki bara á góða staðnum? Á góða staðnum? Og hvað ætli hann sé í dag? Þú hlýtur að finna þetta. Ég fann allavega svolítið gott. Já, nú eða... Sko, þetta var bara ljómandi fínn staður. Já, þetta er allavega mjög góður felustaður. Til hvers ertu rafhlöður? Í vasaljósið. Í vasaljósið? Vasaljósið, já. Í vasaljósið? Aha. Hvað ætlarðu að gera við vasaljós? Það er glansbjart hérna inni. Það er eitthvað svo kalt og hvasst úti. Og stundum, þegar veðrið er þannig, þá vill stundum rafmagnið fara. Og þar fór rafmagnið. Hvað var þetta? Þetta var bara ég. Er allt í lagi? Já. En ég gæti þurft plástur, samt bara lítinn, held ég. Hvar meiddirðu þig? Bara akkurat hérna það sem ég er. Nei, ég meina hvar á þér? Já, þú meinar. Ég rakk höfuðið í. Finnst eins og það blæði pínu, en ég held að þau eru bara lítinn plástur. Veistu hvað hann er? Hann er hérna einhvers staðar. Frábært. Jæja, þá skulum við leita að vasaljósinu. Vasaljósið? Já. Er ekki svolítið seint að ætla að fara að finna það núna? Nei, það er akkurat tíminn núna. Það er einmitt núna sem við þurfum að nota það. Er þetta ekki bara á góða staðnum? Jú, líklega. Þetta var ekki grín, sko. Pabbi, Já. finnurðu vasaljósið? Nei, ætli þú hafir ekki sett það á góða staðinn? Ég? Ég hef ekki snert það, ég veit ekkert hvar það er. Vesen er þetta. Hvað? Er þið svona kalt? Nei, Akkur skelfur þú svona? ég skelf ekki neitt. Víst. Mér er bara ekkert sérstaklega vel við þetta myrkur. Nú, Nei, og hvers vegna ekki? ég veit það ekkert. Stundum er maður bara hræddur og veit ekkert af hverju. Er það? Já. Nei, láttu ekki svona. Bara, ég er ekkert hræddur. Nei. Nei, ég er ekkert hræddur. Nei, ég er ekkert hræddur, sjáðu. Það er allt í lagi. Það er ekkert til að... Hræddur við! Hvað var þetta? Það var eitthvað hérna sem... Ó! Ha! Fundið! Hvað? Edda! Já. Heyrðu, þetta er ekki fyndið. Hann veit alveg að hún er hrædd við myrkrið. Sjáðu bara. Já, hvað? Þú verður að sjá svipinn á þig. Þetta var ekki fyndið. Víst. Nei. Þetta var bara mjög ljótt af þér. Þú hræddir mig. Ó,
Ég er ekki að þau. Ég var bara að fíblast. Ég held kannski að þetta væri svona góð hræðsla. Góð hræðsla? Já, þú veist, eins og þegar maður les alveg rosalega spennandi sögu. Já, þannig? Já. Nei, þetta var ekki þannig. Þetta var bara alvöru hræðileg hræðsla. Fyrirgefðu, ég ætlaði alls ekki að hræða þig í alvörunni. Og svo er líka bara mjög ljótt að hlæja að einhverjum sem er hræddur. Og það er algjörlega bannað. Ég gerði það ekki neitt. Víst. Nei. Jú, þegar þú varst að stríða með mér vasaljósinu. Já, bara að grínast. Að grínast? Já. Og hló ég? Nei, ég hló ekki, af því þetta var ekki fyndið. Nei. Mér finnst bara ekkert gaman að láta gera grín að mér fyrir eitthvað sem að ég ræð bara ekkert við. Geturðu fyrirgefið mér? Ég er búinn að haga mér alveg eins og asni. Já, auðvitað get ég fyrirgefið þér. Og nú veistu líka betur. Já, nú veit ég betur og ég ætla að reyna að vanda mig meira og hérna, er allt í lagi með þig? Já. Jæja. Já, mér líður eiginlega bara svolítið betur eftir að hafa talað um þetta. Já, ég held það. Já. Og svo erum við líka komið með ljós og þá er þetta bara allt í góðu. Já. Og ég meina að það verða allir hræddir einhvern tíma. Já. Ég meina að það bara, og það var bara ekki komið að mér í dag. Nei. Edda, sjáðu. Verði ljós. Ekki ljós. Verði ljós. Ekki ljós. Verði ljós. Heyrðu, ég veit. Verði ljós. Hvað? Gerum skuggamyndir. Já, gerum skuggamyndir. Heldurðu vasaljósinu? Ég held vasaljósinu. Já. Nei, halló, gaman að sjá þig. Halló. Þú er með rosa kúl á hausnum. Hvað kom fyrir þig? Herðu, þetta eru auga á mér. Mig langar í eina litla andasteik. Nú ert þú eitthvað að rugglast, vinur. Já. Já, því að ég er skjaldbaka. Ég ætla að prófa að gera eitt frábæran hérna. Gerðu það. Sjá, hvað er að gera? Ég er spenntur. Vá! Hvað er nú að gerast, Edda? Hvað er það bilað? Nei, rafhlöðurnar á bílabúnar. Varstu ekki að skipta um þær? Nei, ég náði því ekki. Af hverju gerðirðu það ekki meðan þú hafðir ljós? Hver var það sem að vildi endilega fara að gera skuggamyndir? Allt í lagi. Það farðu bara á að fyndu það núna, það hafa örugglega ekkert farið langt. Ég? Í kolniða myrkri? Ertu vitlaus? Farð þú bara sjálf að leita? Nei, ég er svo myrkfælin. Þú sagðist ekkert vera smeykur. Nei, mér langar ekki til þess að meiða mig aftur í myrkrinu. Ég skil. Er sem sagt komið að þér núna að vera hræddur? Þorir ekki. Og þú sem var svo góður með því. Ég er ekkert hræddur. Heyrðu, þú ert ekkert skárri en ég áðan og nú ert þú að hlæja að mér. Já, fyrirgefðu. Já. En þú sagðist ekkert vera hræddur. Kannski er ég það samt. Og þú sagði sjálf að það er ljótt að hlæja að einhverjum sem er hræddur. Maður ræður ekkert við það. Nei, já, ég sagði það. Já. Fyrirgefðu, Abbi minn. Hvað hefur við þá að gera? Við erum með bílaljós og engar rafhlöður. Eigum við að leita saman? Já, gerum það. Taktu ljósið með. Já, fyrir þessa leið. Þetta er mjög erfitt. Abbi, hvað var þetta? Ég veit það ekki. Mér líst ekkert á þetta. Ekki mér heldur. Hvað eigum við að gera? Eigum við ekki bara að fela okkur? Já. Hvað var þetta? Ekki viss. Abbi, ertu farin að skæla? Nei, þú ert að skæla. Nei. Hverju heyrir maður svona vel í myrkri? Heyrðu, þetta hljómaði svolítið eins og bréf. Bréf? Nei, þetta hljómaði bara ekkert eins og bréf. Þetta var allt öðruvísi venjulega, bara mjög skringilegt. Já, en er það ekki bara vegna þess að það er dimmt? Hlutir hljóma allt öðruvísi myrkri. Ég held að þetta hafi alveg örugglega verið bréf. Jú, ég er viss. Við lesum bara þegar ljósin koma aftur. Ljósin! Förum að finna rafhlöðurnar. Allt í lagi. Hvað var þetta? Ég veit ekki, hvað var þetta? Heyrðu, þetta hljómaði nú eins og... Gítar? Heyrðu, var þetta...
Þetta er ukulele. Heyrðu, núna man ég. Frábært. Heyrðu, einu sinni fyrir löngu síðan þegar ég var á Galapagos að prjóna sokka á skjaldbökurnar. Það var rosalega dimmt alltaf á Galapagosi því að það voru bara engin ljósastaurar í þá daga og það voru bara stjörnur. Og ég þurfti að labba heim í tjaldið mitt, en ég var svo rosalega hrædd og myrkfælin. Ég vissi ekki alveg hvað ég átti að gera og ég ætlaði bara að setjast niður og bíða þangað til að sólin kæmi upp aftur. Og ég settist svona niður og ég fór eitthvað svona að humma lag sem ég hafði lært daginn. Og þá bara fann ég allt í einu að mér leið miklu betur. Ha? Já. Í alvöru? Já. Þannig ég ákvað að prófa að labba bara af stað heim og syngja lagið á leiðinni. Og það virkaði. Í alvöru? Já. Virkaði? Allt í einu var ég bara komin alla leið heim í tjald og allt laginu að þakka. Já. Ég gleymdi alveg hræðslunni á leiðinni. En merkileg. Já. Eigum við að prófa? Já, prófum. Leið og ljósin eru slökkt, létt ég fer á taugum. Finnst mér eins og allt sé krökkt af ókurteisum draugum. Smeyk ég upp í 10 tel og man hvað bjarga má. 1, 2 og 10, la 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 la. Heimsins ljós hér, la 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 la. Það skín skært inn í mér. Í myrkrinu ég heyri hnetti, held ég jötun uxum. Sé greppi kló með gríluskett í grænum hlífðarbuxum. Í myrkrinu upp í 10 tel og man hvað bjarga má. 1, 2 og 10, la 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 la. Heimsins ljós hér, la 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 la. Það skín skært inn í mér, la 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 la. Heimsins ljós hér, la 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 la. Það skín skært inn í mér. Þetta var frábært. Mér líður bara svo miklu betur. Ég skil ekkert í mér að hafa ekki munað eftir þessu ráði fyrr. Ég var bara eitthvað svo agalega myrkfælin, ég mundi ekki neitt. Jæja, eigum við þá að fara að finna rafhlöður? Já, Já. það held ég. Já. Já. Af stað þá? Já, Er það ekki? bara 1, 2 og 10. Já, nú drífum okkur. Já. Veistu hvað virkar eiginlega alveg eins vel? Hvað? Brandarar. Veistu hvað er ósýnilegt og segir klikk, klikk? Nei. Bila vasaljós í myrkri. Takk fyrir að minna mig á bilaða vasaljósið. Eigum við ekki frekar að syngja bara aftur? Jú, ég er til í það. Já. Er tilbúin? Já. Ó! Nei! Loksins. Hugrekki er mjög þreytandi. En ég var nú samt eiginlega ekkert hræddur. Ég ætla að fara að finna rafhlöðurnar og setja þær í vasaljósið ef þetta skildi gerast aftur. Góð hugmynd. Ég er að koma. Edda! Þetta var þá bréf eftir allt saman. Já. Og þú sem varst alveg skælungur losnum þetta, það er eitthvað alveg hræðilegt. Heyrðu góði minn, þú varst nú bara líka sjálfur mjög hræddur. Viðurkenndu það bara. Það er ekkert til þess að skammast sín fyrir. Allt í lagi. Ég var smá hræddur. Sem er mjög skrítið, ég er ekki einu sinni myrkfælin. Ég hef aldrei verið það. Kannski er hræðsla smitandi. Að maður verður hræddur af því að einhver annar er það. Stundum er maður líka bara hræddur og stundum er maður bara ekki hræddur. Og þannig er lífið. Kannski. Já. En það besta sem maður getur gert þegar maður verður hræddur er að segja einhverjum frá því og tala svolítið um það. Því að þá er kannski hægt að gera eitthvað í því. Og stundum er meira að segja bara hægt að hlæja því. En það versta sem maður gerir
er að þegja yfir því. Af því að þá bara einhvern veginn festist óttinn inn í hausnum á manni og svo hringlar hann þar og stækkar og stækkar og stækkar þangað til hann verður alveg risastór og maður verður alveg ringlaður. Þá er best að hleypa honum bara út. Heyrðu, ég held við verðum að fara að lesa þetta bréf. Ég trúi ekki að þetta hafi bara verið bréf. Ég meina, hljóðið í því var mjög skrítið. Já, og ég held við ættum að lesa bréfið strax áður en verða alveg brjálað. Já. Hvað? Hvað? Veistu hvað stendur hérna? Nei. Hvernig er hægt að losna við myrkfælni? Ég er nú eiginlega orðin pínu sérfræðingur í myrkfælni eftir þennan dag. Já, og ráðið þitt er sérdeilis gott. Já. Að syngja skemmtilegt lag að maður gerir eitthvað sem að hræðir mann. Ég veit, það virkar svo vel. Og svo gerir það mann svo glaðan. Tónlist er nefnilega svolítið frábær. Það gerir mann glaðan og getur hjálpað manni að vera hugrakkur þegar maður þarf á því að halda. Nákvæmlega, og veistu hvað? Að vera hugrakkur er einmitt að gera eitthvað þótt að maður sé hræddur. Já. Já. En maður má samt ekki gera bara eitthvað stórhættulegt og hræðilegt bara til að virðast hugrakkur. Nei. Á sömu á maður að passa sig. Já. Bara maður á að vera hræddur við sumt. Sumt, já, eins og ísbirni. Og ljón. Já, og straumharðar ár. Já, og hákarlar. Já, hákarla. Og rafmagn. Rafmagn. Já. En þú veist, myrkur. Nei. Þetta, hvað er að gerast? Það er svo gaman að rugla ykkur. Varst það þú sem gerði þetta? Þetta er ekki fallegt. Mér fannst bara að þau þyrftu aðeins að æfa sig betur í að vera hugrakk. Kveiktu aftur. Allt í lagi. Við hvort annað þú og ég og alla daga meðan hjörtun er í brjóstum lifandi verð ég með þér lifandi. Heldur þú segir eitthvað brabari? Í okkar veröld sem er Ég er snill og snillast áfram. Hvert annað þú og ég og alla daga meðan hjörtun er í brjóstum lifandi verð ég með þér himin lifandi og alla daga meðan hjörtun er í brjóstum lifandi verð ég með þér himin lifandi.